too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Svaka parti. Góðir Íslendingar og aðrir hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum, fyrsti þáttur ársins 2026, telst vera númer hashtag 132 og við byrjum með látumótur, er það ekki? Jú, alvöru gestum. Ég held sko að það eru allir mikrofónamannaðir og það nú gest áður en ég held samt að þetta hljóta að vera, við höfum aldrei hrúað saman mörgum háskólagráðum með þetta borð og núna. Nei, hvað er þetta svona 8? Já, er ekki. Ja, við erum alltaf með Arnar Egger Thoroddsen sem hvað, þú tillar núna, doktor í tónlistafræðum. Mjög gott. Og mér sé frá háskólanum á Odds, í Edinborgarháskóli, varst þú ekki það? Ég var þar, og geggjað. Og það er stjórnmálafræðingurinn okkar. En þú ert líka aðjungt í fjölmiðlafræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og einhvern tímann varstu nú bara blaðamaður og popfræðingur. Það er vel flottari titill. Já, ég gert eitt og annað. Já, og svo það okkar eini sannig, Jakob Bjarnar Gretarsson, alltaf blaðamaður en líka magister og bókmenntafræðingur og ég veit ekki hvað. Já, maður sleppur ekkert frá þessu blaðastúsi. Nei, það er ekki hægt. Enginlega hætta. Og svo ég þá fulltrúi hins ómenntaða almúga ég hékk nú í háskólanum í 6 ára en ekki er ég með gráðu, þannig að Þú nú oft tala svona eins og þú sér hámenntaður. Já, ég geri það, heiklega, sko. En ef ekki núna, því að nú er ég alveg bara finnur til smæðar Já, í framhandurinn. Geri það. En hvernig getur þú skrifað svona flottan texta, Tóti, þú ert ekki með háskólagráðu? Nei, ég fættist með það bara. Já, þú fættist með það. Já, þú sér það nú bara ákveðni blaðamenn almennt skrifa í dag að þú lærir þetta greinilega ekki í skóla, sko. Nei, það er reyndar hárið. Heyrðu, það er náttúrulega skaupið og það vil svo skemmtilega til að í þætti 82 sem var fyrsti þáttur síðast árs, það er 50 þætti síðan, þá var Jakob Bjarnar mættur og til þess að ræða skaupið og þetta var nú bomba, komst þetta ekki í fjölmiðla áður, hvernig Jakob lét? Jú, þetta var einhvern veginn enda GVF og hrikalega villesið og hafði hrikalega góð áhrif á okkar þátt. Þetta væri þar í fréttum, hann er bestu þakki fyrir það, Jakob. Talaður Vogue. Þetta var Vogue helvíti. Vogue helvíti í skaupinu. Já, ég sparaði mig ekki frekar en fyrir daginn en það er engin ástæða til þess. Nei. Ég meina, við erum ekkert að fara með silki hönskum á umfjöllunarefni. Nei, en svo við höldum samfellina og skulum bara rifja upp hvað þú sagðir í fyrra vegna þess að það er tvist í plottinu eftir skaupið í ár, sko. Klukkan 23:21 á gamlárskvöld þá meldaðir þú þig feeling sleepy eða þreyttan á Facebook og og ákallaðir Jesús Pétur. Já. Og ég tók þetta ég vissi, hvað er að ángra Jakob núna? En þá sá ég að flestir viltu strax skilja þetta sem svo að þú værir að bugast undan þessu áramótaskaupi. Það passar. Það er bara að var sú meining líkur alveg fyrir og var augljós. Býrðu hann að skaupið var ekki búið, Jakob, þegar þú lóst í Nei. þannig að stað. Það var eiginlega bara, þá var eiginlega orðið alveg útsið með það að þetta myndi sjá til sólar. Já. Sko, hvað erum við að tala þetta mörg atriði? Er þetta ekki svona give or take 60 atriði? Ég taldi þau ekki. Nei, ég taldi nú ekki, sko. Nei. Er ekki eitthvað hannig? 30, 40, 50? Voru 2 sem voru bara svona sómasamleg. Þar hafið það. Mákváðst reyður, Jakob. Mákváðst reyður. Ég bara tók þetta hlutverk mitt sem gagnrýnanda alvarlega. Já. Svo fannst mér nefnilega svo sniðugt að svipa leiti á gamlárskvöld, núna bara, fyrir nokkrum dögum. Þá segir Jakob Bjarnar Gretarsson á Facebook, besta skaup sem ég hef séð síðan ég man ekki hvenær. Ótrúlega sviftingar. Það Já, ég horfði á þetta í góður kompani með henni dóttur minni, henni Nönnu og tengdasinni og börnunum þeirra og svo Jóhannu Steinu, henni dóttur minni. Og það var
Þetta voru frábærar aðstæður hafa gott næði til að fylgjast með þessu og sem nú ekki alltaf þegar maður á svona áramóta knalli þá þetta svona maður heyrir ofta ekkit vel hvað í gangi og svo framvegis, þetta voru bara frábærar aðstæður og Þannig að það voru betra aðstæður núna sem ég bara allt í einu tók ég eftir því að ég var bara farin að hlæja ég ekki maður sko, þú varst að vitna þarna í Facebook-statusi minn sem að ég hendi núna að þessu sinni og það segir nefnilega ekkit endilega mjög mikið að þetta hafi verið besta skaup síðan ég man ekki hvenær Það vísi ekki en ég ætla svo sem ekki að draga úr því mér fannst þetta bara alveg gersamlega frábært sköp á alla lund og við kannski komum nú betur inn á það síðar hvað Já, hvað klikkaði ekki hvað það sem gerði þetta svona ég held að það sé bara svolítið, kannski hafa þau hlustað á reiðilestur minn þarna fyrir ári það var bara mjög fagmannlegt, þetta var gott tempó í þessu fín, sem ber vott fína leikstjórn, fína framleiðslu Hannesarnir greinilega alveg bara á skotskónum og gott heimi skrifbenda sem að eru ekki endilega í því að passa sig á því hvað má og hvað má ekki segja, en það það alveg lygilega mikill lapsus á því ef að menn að fást við grín og mér verður bara að hugsa til bara allra helstu grínara í heimi sem að hafa við þurft að berjast fyrir því að segja, heyrðu það, jú, þetta má gera grín að þessu, það má gera grín að öllu ef að samengið í lagi. En hvað Arnar gert? Það eru gaman að þessu? Já, veistu, ég algjörlega sammála því sem Jakob að segja að mér fannst þetta mitt, ég þekki leikstjóra, hann Allan, við vorum að vinna saman á Morgunblaðinu. Já. Hann vann með mér og Sighvati Ómari Kristinsinni, músíkvatur kallaður, við byggum til svona stutt vefinslug sem var kallað tónlistarstund. Þannig að ég svo stoltur af samstagsmenni mínu fyrir Allan að ná þessu, að ég settist líka niður við fínar aðstæður og ég hef nú vandað mig við það að koma algjörlega væntingalaus að skaupinu. Já, árin og lífsreynslan kenna manni það nú. Já, af því að þetta getur farið í allar áttir. En mér fannst það ég myndi renna svo vel, þetta bara svona strömlínulaga og ég fagna líka þá voru, ekki mörg kannski, en það voru svona, ég myndi segja svona 2-3 svona verulega stingandi atriði. Já. Einmitt og hefur kallað á bara það kemur svona það er smá að fussa og sveigja Já, fussa og sveigja og ég meina það er bara besta mál og síðan bara einmitt eins og þú sagðir, góð leikstjórn og svona, það er eitthvað touch sem bara, þetta var mjög svona mettandi mál. Já, Jakob, sko, að því að þú talar skaupið í fyrra eða árið áður sem vók helvíti. Já. Og nú var eitthvað minna vókið, er þetta endanleg yfirlýsing dauða vóksins að skaupið leiði sér smá rót, það vantaði náttúrulega alla rót, bara ekki til skaupið þá bara síðustu skaup hábölvaða vók sem að náttúrulega alveg ömurlegt þá, jú, það vissulega mætti segja sem svo að þetta séu kannski svona einhvers konar minningar orð þess, en aðtóðum samt eitt að það allt kerfið meir og minna undirlagt í þessum ósköpum. Nei, vókið því miður ekki dautt, það mun taka langan tíma að vinda ofan að þessum ósköpum sem að þetta Já. En hugafarslega allur almenningur náttúrulega búin að hafna þessu. Já, allavega svona, maður tekur eftir því maður bara svona skautar yfir þessa samfélagsmiðla, það virðist vera óvenju almennsátt að þetta hafi bara verið gott skaup. Já, fyndið. ég bara einlega sjaldan séð eins. Nei. Og ég einhvern veginn ákvað, þarna nú kemur hamarast inn punkturinn hans Jakob að meinlaust grín ekki grín. Lélegt grín, sko. Nei. Líka gaman fyrir mann eins og mig sem ólst upp við spaugstofuna að fá svona gamaldags spaugstofuatrið þarna í pottinum. Já. Siggi Sigurjóns og Örn Árna
og bara svona gamaldags grín bara epla úr og eitthvað svona sko. Þá brá mér reyndar svolítið, þeir fóru reyndar ekki þangað en mér fannst að minna óþægilega mikið á eitt atriði með Monty Python Já, og það algjörlega en þau fóru svo ekki þangað sko. Nei, og þeir líka Spaugstofan var með grín svipað að því að Spaugstofan Monty Python var einmitt með svona hvað var mikil harðindi Já, einmitt og þannig að þeir eru líklega að gera þetta bara í annarskipti, þannig þetta bara þegar þetta var alveg hræðilegt og við þurfum að labba þarna berfætt og eitthvað svona og Spaugstofan kom einu sinni með það var svona veðurfarslegt grín þá voru eiginlega sömu leikendur og þá var þetta bara krakkarnir þurft að hlýja sér í fristikistunni og það var svo mikil vindur að þorpið tóku upp í heilu lagi og fauk á Vestfirði og eitthvað svona en ég er alveg upp við þetta Spaugstofugrín síðan koma gór illan, fer illa og og tvíhöfðu og það gengi og mjög gott fyrir svona jaðarþengjandi manni sem mig að fá öðruvísi grín ég hafði bara alveg stupp við þetta klassíska Spaugstofu revíugrín sko. Það kemur allt inn einhver kaldaðinni og súrealismi sko. Já, það líka, einmitt það atrið bara sem dæmi sko, þannig að það var svolítið að enda djókana með pönslínum, það var stundum vandað bara þegar unga kvikindið bara sökti sér á kaf þegar hann spurði hvort hann ætlaði ekki bara að fara í kulnun sko. Það var alveg, það neldi djókin alla leið sko. Já algjörlega Já, ég er samanleikur, þetta var fárlega gott flæði fyrir mér hafa bara svona eitt atrið sem ég fannst bara svona minnum á gömulskaup sko, sem ég fannst vera smá svona kló, svona, það er allt í lagi það var algjörlega uppassatrið með Sveppa sem hann á gítarnum getur ekki keypt sér nýja íbúð sko, mér fannst það svona Já, var þetta ekki bara þetta var too close to home sko, mér fannst þetta mjög góð ádæla sko á ástandið í samfélaginu sko. Já, vel gert og þetta er bara líka flott lag sem þau völdu fyrir þetta sko Já, sko þetta var mildly funny eitt eftir þetta verð, það er hversu þeir náðu að blanda tónlistaratriðunum eðlilega inn í flæðið Já. Ég meina þetta voltlag, þú veist þetta var geðveikt sko. Voltlagið, voltsenan Dóttursonu minn var að söngla þetta bráðan Getur þú sungið þetta? Maður hvernig þetta var? Eitthvað pantanir Afgreiða pantanir Ég reyna að rifja þetta upp hann söng Þetta var sirka svona En svo mikið búið að tala menningarmálar á þauðran að þetta hafi verið ljótt en ég menna þetta, mér fannst þetta svo fyndið sko. Eiríkur Rökkvalls hliður í Facebook fæslu í málspjallinu jú. Það þessi ljótt Já, ég ekki að gera kynna fólki sem talar ekki algjörlega lítalaus íslensku en ég meina, hann var líka besti djókurinn var á ensku I am a good morning en alltaf bara comedy gold sko. Ég er voðalega mikið að velta fyrir mér honum Eiríki Rökkvaldsinni sem að ég bar nú mikla virðingu fyrir mér finnst þetta að vera eitthvað svo tragísk örlög að vera prófessor emeritus í íslensku og ég er að velta fyrir mér hvernig þetta megi vera en hann hefur tekið að sér að verða svona einhvers konar varðhundur þess að geta eða meiga reynilega að tala vitlaust með ambögum ég meina hann bara rísa honum hárið í hvert og eitt einasta skipti sem að einhver segir, heyrðu, nei, þetta er nú ekki alveg svona hvað er þetta að segja og ég held að hans sé fórnalamb menningar þetta er svona gamall skarfur sem að kemur svolítið seint til leiks á Facebook og hann er að fá fyrir þessa vandlætingu sína og góðmennsku því að þetta er þetta dygðarskreiting Er þetta vókið? Já, þetta vókið Guðminn almáttur, hann er að hrannast inn á hann lækin frá einhverjum svona miðaldra og þaðan af eldra fólki sem að ég segi, já, þetta er ekki hægt, þetta er ljótt en ég meina, þarna skautar hann algjörlega fram hjá því hvað grín í raun og veru ef að það má ekki gera grín að menntamálar á þeirra og ambögunum sem að hann lætur út úr sér þá getum við þetta bara lagt þetta niður hvað mætti þá? Ekki
En já, og sérstaklega við þessar aðstæður, þetta náttúrulega karnevali, sko, ég ætla nú að hlífa þér við að halda baktín fyrir lesturinn núna, af því að stóru vinnur okkar Guðmundur Brynjólfsson, rithöfundur Djákni og bókmyndafræðingur í Hvaðna, hann sko horfði á skaupið og blaðaði svo hans í Rabel and His World eftir Mikael Bakhtin, sem að þú las nú eiginlega upp úr fyrir árið síðan. Jó, ég kann hana svona nánast utan bóka. Ákvað að kíkja í þessa bók í dag svona út af umræðinni og jú, þetta allt eins og með myndi. Það eina sem finna má að frábæri skaupi kannski það helst að handilsöfundar fóru helst til mjúkum höndum Kristrúnu Frostadóttur og Þorgeiri Katrínu og voru þó mörg dauðafæri til þess að láta þær finna fyrir því. Leikaraskaupsins voru 99% stórkostlegir og ekki voru slökust Þorsteinn Backmann að ýkja aulagang ráðamannsins Guðmundar Inga eða Sólu Hólm og Magna nánast allt í fari valdakonnar Ingu Sæland og svo María Heba að vinda allt úr okkar góða forseta. Áramótasköpi og hefur lengst að verið framlenging á þeirri alþýðuhefða aftigna með sem skörpustum hætti það fólk sem ræður, fer með völd. Það kannast líklega allir við það að það fyndnari bankastjórinn dettur rassin en bara einhver Júli Jóns og það mun hlægilega þingkonan sé óvart með pilsið girt ofan í sokkabúsnar en einhver vigga sem vinnur á bókasafni. Grín sem ræðst af valdastéttinni á að býta og það á að ýkja og affæra allt sem fólki dettur í hug þegar ráðamenn eru dregnir upp í háði eða þeir gerðir einhverju sem þeir eru auðvitað raun og veru ekki. Nema að það var litlu liti, ég þakka fyrir frábært áramótasköp. Já, þetta er ekki punkturinn. Ljómandi fínt, sko. Og það voru alveg fleiri, það var allavega, ég held ég náttúrulega, ég hló mikið, en mest held ég þegar kom smá rót, sko. Það verður að vera smá rót í svona gríni. Ég held að eini maðurinn sem ekki með rót í sínu gríni er Ari Eldjárn og afsannar hann svona kenninguna, en svona ekki guð minn almáttur, það má þetta gera grínað öllu. Já, líka það þýðir þetta, ég vildi ná almennilega eins og þegar, ég er auðvitað gagnrýnandi og tónlistagagnrýnandi og það var þetta er alltaf sönnum sér til þegar einhver setur út að þig og gerir grín að þér og það er mjög gott og talandi tengingar, Jakob Bjarnar hringdi í tími það hefur verið svona 2002-2003 þegar mér var hótað lífláti fyrir skrifum Nirvana og og það var allt brjálað fyrir tíma samfélagsmiðla í rauninni sko, en þá hringdi Jakob í mig og við svona byggum til einhverja fréttaskýringu á því máli en ég meina þetta er að besta sem þú getur lent í líflátshótanir fyrir skrif Jú. Það þýðir að það er eitthvað að hreyfast þarna nákvæmlega. Við könnumst eitthvað við þetta. Þú hefur náttúrulega verið lamin ítrekka fyrir þinn... Ekki ítrekka, en jú, það hefur verið veist að mér, jú. Eitthvað skonar líkamlegt ofbeldi átt sér stað á ölstofum. Já, og það sér gert grínaður, það er auðvitað nú... Já, það er einhvern sem áður punktur að þingsta höggið í þessu skaupi náttúrulega færi sjálfstæðisflokkurinn og formaður hans sem að koma hvergi við sögu. Og það er það umtalað eftir þetta skaupi. Það er alveg skelfileg staða. Það er einmitt umtalað. Vera í skaupinu heldur en bara ekki þá nærði engu máli sko. Það bendir til þess að nýr formaður sem er alls ekki nýr formaður í sjálfstæðisflokknum hún kemst ekki í þetta skaup. Nei. Það er enginn að tala um hana, það er ekki gott. Nei. Það er enginn að veita henni athygli. En henni er enginn að gera grína þér. Það er ákveðin yfirlega út af fyrir sig sko. Vondstað. Þetta er þetta mjög góða punktur en eins og ég segi, hann er svolítið svona þetta er tvíbent þetta, mér skilst mér minnir að Pálmi Gesson hafa ekkert hann sagt mér þá sögu að hann var í flugi og lendi við hliðina á Halldóri Ásgrímssyni sem að nota flugferðin alltaf skamman fyrir það að gera grína á hann. Já, þegar Pálmi sérhæði sig að leika formann Framsóknarflokksins í Spaugstofunni. Já, alveg rétt. Bara inn undur. Ég held ég sé að fara rétt með en sko Pálmi hefur að labba inn gangin vélinn hún alveg full og það er eitt sæti eftir og hann situr Halldór Ásgrímsson við liðina því líka örlög Já, nei, svo bara líka svo, þetta líf veruleikin orðin eitthvað svo absúrt að sumt að þessu var bara svona eins og bara leikna fréttaskýringar. Þorsteinn Backmann var bara frábær og ógeðslega fyndinn að leika ráðherrann en hann var raunin bara að fara með orð sem hann hefur látið falla þetta var bara
Þetta var ekki að skálda upp í hann vitleysunar sko. Og það var alltaf skilar leikarinn svo alveg dásamlega sko. Og sólið við þetta alveg stórkostleg brilleraði sem Inga Sæland. Ég var náttúrulega búin að sjá hann áður taka Ingu en ég tók eftir því að þetta kom flatt upp á til dæmis Jón Egil Bergþórsson hann var eitthvað að tjá sig á Facebook vegg mínum allavega, hann sagði bara heyrðu, wow, ég bara vissi ekki að þetta væri sóli. Nei, ég þekki nú sól ágætlega, það tók mér smá tíma að kveikja, ekki hálftíma en það var einhverjum svona sekundubrót jú, þetta er sóli. En síðan líka hægt að taka ég bara spinna þetta á staðnum þú veist, þetta taka þetta bara svona kalt kerfislega, því að þú veist verið að gera grína menningamálar á þeirra fyrir lélega ensku kunnandi hvað það er þetta auðvitað sko, verðugt skot á þú hleypir ekki manni upp í pontu á einhverju alþjóðar ráðstefnu og hann kann ekki ensku, það er bara á ekki að gerast en það gerist Katastrófi. Þetta er bara algjör katastrófa sko. og lúkkar ekkert vel fyrir Íslendinga út á því það er þetta sko. Nú er bara vinsælasta myndbandi á Vísi bara þessi ræða sko. Fólk er að horfa á hana núna bara aftur og aftur ég vil rauninni segja að þetta sé ekki persónulegurs þetta er bara hei, halló á kerfislega vanda já, bara þjóðir þessum að kýsa svona fólk inn Nei, líka ég held að hann var örglega Gunnar Bragi Sveinsson var örglega utanríkisráðherra þegar hann talaði Kakastan í ræðustól sko. Ég held að það hefði örglega ratað í Skaup það árið á þess að geta fullyrt það en það var líka svona alveg þetta er ekki gott Var ekki missed opportunity að vera ekki með gottfæðilegi undir Ingu Sælandi í þessu Skaupi? Þetta er einn spurning frá hlustanda Ég held þér hafa nú gengið eins langt og hægt var með það með svona mafíu referensa Ingu sko, það hefði verið óverðið og náttúrulega Liam Neeson taken ræðan þetta er náttúrulega Ég fatt það ekki fyrir eftir ekki meiri ógn sko Þetta væri taken, föttuð þið það leiðið þið voru að horfa Hvaða er ég hinskastu bara I will find you and I will kill you Já, mjög gott Það voru fullt af svona vísunum í þessu og þannig er þetta náttúrulega fyndið líka sóli frábæra alltaf en þetta er náttúrulega hann bara að vera að lýsa bara atbyrjum sem gerðust raunverulega bara þetta er bara útfærsla á bara annar vinkill á frétt og það er ótrúlegt að rifja þetta upp hvers konar axarsköft eru eiginlega hér gegnum gangandi í bara einu og öllu ég meina tengdarsonur minn var að fylgjast með þessum með okkur og hann sagði, gerðist þetta? Já. Bara, ég held að hann hafi sagt það þrísvar. Gerðist þetta? Já, einmitt, það er svipað Dotti strákurinn minn, hann búið í Danmörku í 15 ára, var 12 ára hann flutti burt, en hann hló bara að þessu öllu, hann fannst alltaf rókslega fyndið sem var einhverjum meðmæla, hann sagði, ég myndi kaupa þetta á DFD ef þetta væri gefið út, sko. En þegar það var verið að stúdera hvernig gröfur geta fjarlægt hraðbanka, þá kom bara gerðist þetta? Já, Dóttir minn, þetta bara gerðist hérna í Mosó Þetta er svo Andrés Öndblaði sko. með hraðbanka stórkostlegt sko. Og ég held nú sko að ef við tökum þetta nú aðeins lengra ég held að sko þegar að fólk ég held að þetta hafi endanlega gert út af við kenninguna það að Alþingi og þar með ráðherraliðið eigi á einhvern nátt að endurspegla þjóðina hvaða dauðar dellu hugmynd er þetta við sem mannkinn höfum náð þetta langt vegna sérhæfingar við setjum ekki ómenntaðan mann í menntamálaráðuneytið við bara gerum það sorry en samt gerum við það sko já en samt gerum við það og hversu langt ætlum að fara með þessa hugmynd Alþingi endurspegla nú bara þjóðina nei það á ekki að vera þannig Einmitt. Svo ef maður skoðar þetta það eru 9 manns í þingflokki flokks fólksins meðal annars einn sálfræðingur Kolbrún, barna sálfræðingur held ég alveg örgulega hvað er þetta með mikið af fólki nær hún engu máli ég skildi ekki þetta er ótrúlegt mál við hefum eiginlega bara að fá Ingu Sælandi inn á já, það er nú heimatökin það er nú gott talsamband með þín og Ingu já, einmitt, við erum góðvinir en eitthvað svona uppáhaldsadri í þessu Skaupi sem að ykkur fannst bara bera af sem þið hugsið bara leið þegar þið fá þessa spurningu í fangi ég fannst bannað að hlæja atrið einlega best sko. já þetta var gott Skaup fyrir sín Jakob gott fyrir sín ég er búin að nefna svona eitt svona sem lét mig fá svona hlít í magan
Ég hafði mjög gaman að Snorra Másson atriðinu. Sevenas Já, mér varst það eitthvað síst Okkur datt með hug þarna sem vorum horfa heima mér að kannski færi sko Severance vísunin svona upp og ofan sko því að þetta náttúrulega svo áturum að tala þessu þáttum að Apple TV þættir fara svolítið undir radar virðist vera hjá fólki á Íslandi sko kannski Það getur enginn hort á þetta sko ekki löglega En það samt allir að horfa á þetta Ég er að rifja þetta upp líka að ég satt þarna í góðum hópi og þá saði ég oft þessa setningu eftir atrið, ég man ekkert hvað atrið er lengur, ég notaði þetta orðið, þetta var sterkt það var sterkt, að þetta er hugrækt og þetta er bara svona velgert bara eins og þetta Ingo Sæland atrið sem talum, það er bara svona það er hugsað fyrir öllu og svona mjög naskt hvernig þetta er útfært Þú erum búin að fara yfir þetta í bílnum Inga Hvað er þetta? Mér var svona eitt atrið sem kemur yfir hugan í mér bara eitt af mörgum góðum með Keflavíkur flugvallar atrið þar sem þau eru að drífa sig, þau eru með 5 mínútur að drífa sig og hvernig sá skets er einhvern veginn útfærið sko, þau eru að undirbúið í bílnum og svo setja þau klukkuna svo drífa þau sig og svo drífa hann og hann er ekki töskunni og hann keyrir á stað Olgeir, þú bara kaupa henni í föt útlundum og svo kennst hann ekki með og svo hvernig hann endar á því að það er einn að skuttla á hendurinn út að ferð sko. Góð ferð og keiri Þetta er bara líka raunveruleikin ég held með þessi vennskráin sé bara rétt sko sem var í sköpunu þetta er bara nákvæmlega eins og þetta er upp á listu sko Ótrúlega dæmis Já, ég var svolítið hrifinn af Málþófsmarathoninu það var svolítið gott gleyma því sko Já Búin að stengla með sko. Já, og meina þú veist, síðan var þarna 1-3 sekúndna atrið með honum Bjartmari orkudrykkur Já og það ekki, það var Collab eitthvað Já, þetta fúlla móti eða eitthvað alveg sko, þetta voru svona 5 sekúndur og bara snerist einn dós þarna sko og bara, þú veist, alls konar svona sem láti flakka þarna sko fúlla móti orkudrykkur, ég er að kenna í Háskóla Íslands sko, það er bara nokko flóð allan sólarhringin þar sko það bara þetta fer svona eins og hjörð stikkar inn í hámu að ná sér í fyrsta skammtinn síðan upp úr háti þá kemur sama hjörð aftur að ná sér í meiri skamt síðan er bara nokkuð dósirnar út allt borðunum sko ég er bara svo eldgamall maður enda orðin eldgamall maður komin á 60 aldur Einmitt Maður er bara langingstur í þessum mófi Ég var í háskólanum sko þá var Magic var nýkomið og ég ætlaði einmitt að redda námsárangurinn með Magic það breyti engu til það frá Ég verður ekki alltaf að ræða lokalagi er það ekki eitthvað svona staple sem maður þarf alltaf að tala um það? Það er skemmtilegt sko Jú, það var John Johnson gaman að segja frá því að Sylvia Knight Þetta var frábært lag og menn komu nú einmitt á þráðin til mín og gáðu þessu sín bestu meðmæli Bubbi Mortens og Anders Magnússon en það var svolítið fyndið að við vorum að velta hver allir verið með lokalagið sagði einhver nanna eða einhver við mig Jón Jónsson, alveg definitely hann var ekki með í hópnum Varstu með þetta bara? Já. Okay. Ég giskaði bara á þetta svona ég vann því miður þá gleymi ég alltaf að henda á þetta á Betsson en Já og hefur ekki verið tendensin undanfarið að draga upp eitthvað svona sem er ekki í sviðsljósinu og það var Silvía Nótt að þessu sinni sko mér svona gælt að eitthvað gömul brýni dúkka upp í þessum lokalögum En var þetta ekki lokalega ekki rosalega mikið eitthvað svona fokkjupulli gegn vókinu Jakob ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér hætti að væla og eitthvað hætti að kvarta og eitthvað svona þetta var eitthvað svona svo dreifur Sylvia Knight inn í þetta eitthvað en er það ekki rosalega reffi rosalega árás á þitt fólk komið hann inn með öll tökl og haldir Það er ekki svo viðkvæmi fyrir þessu vóki eins og þú Mér datta ekki Það er að veiða Jakob í einhverja vókræði Ég náðu nú ekki að hugsa þetta þangað sko. Ég hugsaði þetta þannig En talandi Ég hugsaði the woke is dead Þú gerir allt sem Jakob vildi Það var eitt aðeins sem ég var að spá býta er þetta eitthvað svona whitewashing nú tryllist Jakob það var hérna leigubílstjóratriðið allar fréttir eru búin að vera járulagrandi yfir því að þessu þelt ekki leigubílstjórar með búlísma svo voru sko bara hvítir innfættir íslenski leigubílstjórar líka með dólk sko en það er ekkit nýtt þeir hafa verið það sko from the dawn of time íslenski leigubílstjórar hafa alltaf verið óþægilegir og óþólandi og leiðinlegir
Þannig að ég vann 1 ár á hreyfilsbenstöðinni í Fellsmúla, ég veit alveg hvað ég er að tala um. Þetta er alltaf verið leiðinda skarfar, sko. Það var svona eins og þetta var eitthvað svona, já, það er búið að vera vesinn á þessum útlensku leikbústurum, en okkar eru líka tuttar, sko. Bara, náðu ekki alveg, af hverju voru þeir þarna? Nei, einmitt. Þetta minnir mig líka á annað, ég var að pæla í vókinu, sko. Mikið að pæla í vókinu. Sorry, Jakob. Kryddpíu atrið. Það er að ræða hver hvað kryddpía. Já. Mér fannst það svo fáránlega fyndið þegar voru að ræða hver ætti að vera Mel B. Já, mjög gott. Og það var ekkit eðlilega fyndið. Það var mjög gott. bara sanna býtu, hver á ég að vera það? Það var mjög gott. Ég hugsaði það bara, býtu, hefði menn fóra að skrifa þennan skets fyrir nokkrum árum? Ég veit það ekki alveg. Veit það ekki. Ég bara hugsaði upp á, sko. Sko, það er nefnilega með þetta vók, sko. Kannski. Það er bara svo. Kannski vitlaus í mér. Það einhvern veginn drepur allt í dróma. Nei, snertum ekki á þessu. Nei. Já, en svo jafnvel þó þú snertir ekki á neinu þá samt einhvern veginn tekst sprenginu springa í andlitaður einhvern tímann, sko. Þetta bara, sko, misti úr alltaf. Þróunin er bara einfaldlega í þá áttina að þú bara þú getur ekki rætt neitt. Það má ekki, eða tekið á neinu í gríni. Það var líka, svolítið gaman að borgarstjóruna sem enginn mundi hvað hét, það var brottur í því. Það var eina skipt sem ég hugsaði, þá datt ég í svona meðverkningsskýr, sko. Þá var ég bara, hætti, þetta verður þessu skets verður að klárast. Það verður að hætta núna. Já, hann ætlaði aldrei að hætta. Já, það var plís og bara, hann hélt áfram og áfram. Gjörsamlega, og það er gott að einmitt það að einmitt, það var farið alveg allaleg og einmitt, fólk bara í keim. Hún er, she's already dead. Sér las ég viðtal við hana, hún var mjög ánægð með þetta. Nefnilega. Þetta er bara alveg það gefur bara byr í vangina fyrir forvalið. Ég meina, hún komst í skaupið annað en Guðrún Þetta er eins og það sem hann gerði hann MC Gauti þegar Jónas Sen kom með sína gagnrýni og bara Gauti bara strax bara ónaði þetta. Helvíti á jörðu. Hálstjarna. Jónas Sen. Glæsilega gert. Og plaggaði þetta. Já, það var geður. Það var frábæð viðbröð, sko. Svona á að gera það, sko. Einmitt. En þetta, skaup kom okkur kannski okkur allavega óþægilega óvart að við náttúrulega vorum búin að bóka Jakob í þennan uppgjörs þátt með miklum fyrirvara klárir á því að það myndi falla sprengjur og en þá er bara sko, en Jakob, þetta skaup þýr og þú getur í rauninni aldrei aftur talað um að Vóki lifi, þegar Vóki er dautt. Þetta skaup var sýndi það er dautt. Ekki eftir ljósan skugga, drengir. Sjáu þið nú til með Einar Steingrímsson. Já, stærðfræðing. Sem að var eitthvað að þrassast það að hún þetta ómögulegt skaup og svo hún fannst það. Vitti nú enn og aftur í Facebook síðuna mína. Og ég gæti ekki stilt mig og skaut á hann. Já, ég tek eftir því að þú og Eiríkur Rögnvaldsson, ykkur fannst þetta ekki myndið. og þá sann, já, en Eiríkur sko vill banna svona grín. Ég vill hafa grín, segir hann. En Eiríkur, Einar Steingrímsson gerir sér svolítið ómartækan ef hann hefur alltaf hornum sér. Þá verður þetta ekki marktækt. Alveg eins og á hinvegin með gagnrýni, ef að þú ert alltaf að lofa þetta og prísa og hefja til himnana og gefa þessu 4-5 stjörnur, þá mjallast þitt autoritet hratt og örugglega út og þú ert ekki marktækur. Það getur ekki allt verið 5 stjörnu dæmi. Nei, það er svona það fer ekki saman hljóðamynd. Né heldur, það getur ekki allt verið hauskúpa. Nei. Wow. Wow. Það er takk frá mér. En hvað var svona við Snorra Mássonar atriði sem að Nei, ég það var ógeðslega að finna. Það var líklega bara eitt af mínum uppáhalds. Já, Oddur er náttúrulega vel merserar í Severen, sko. Já, einmitt. Það sem hann fer í aðgerð og man ekkert hvað hann gerir í vinnunni, svo kemur hann heim og er bara allt annar persónuleiki heima þessi, sko. Það er langt og ég náði bara ekki neitt tengingu við það. En þú veist að þetta má gera grínast Snorra Másson í guðmi góður. Það er ekki þar utan. Já, náttúrulega bara, þú veist, umtalað hann hafi, haft einhver ákveðnar pólitíska skoðanir og svo, einhvern veginn skili við þær og gengi, stofna sitt eigi hlaðar ritstjórinn. Svo gengi í miðflokkinn og núna er hann alltaf í norðin eitthvað svona
harður þjóðarnir sinni Snorra er þetta leiði það að hálsi hann er þannig ættaður, hann á að vera sósíalisti og síðan er hann það ekki lengur að minnsta kosti Mér veist líka ansið sko sýndu hvað þeir voru sko tilbúin til að vera sko brútal sko að amma kemur hann inn í þetta hjá hann sko. Jú, það var reyndar svolítið skondið Amma gamla sem er ekki ánað með drengin hann heitir Pálus út í búð, þetta var alveg stórkvæslegt sko. Ég þarf greinilega að horfa Já, erum við eftir að fara yfir eitthvað farandi skaupið það? Já, alveg örugglega, maður gleymir þessum leiðum maður búin að horfa á þetta sko. Já, en ég meina, niðurstaðan er alltaf bara frekar bara með betri skaupum allavega undanfarið þó eins og Jakob segja, það segi ekki alla söguna og þetta er alltaf táknum sterkar stöðu þína ef þú fær heilt atrið því hvort sem Snorri Más og leiða hérna byrju hvað heitir hún aftur hann að borgarstjórin Hún sagði hvað nú veit að allir hvað ég heiti þannig að það var ekki eitthvað á þáleið sem er nokkuð gott það var góð viðbröð sko. en hérna, já, ég held þetta við bara verðum að gefa þessu okkar bestu einkunn 5 stjörnur og vók þetta eins og ég sagði þetta upp á ég held þetta sér til margsum breyttan hugsunarhátt svona heila þókun er að létta og það er góðsviti Já, alltaf svona almenna sátt þetta er bara Eiríkur Rögnvald, svona Einar Steingrímsson sem að fannst þetta bara lélegt sko, þá kannski sín líka bara fólk þolir alveg miklu meira af beittu gríni heldur en er búið að kannski vera að hlífa yfir undanfarin ár Auðvitað Mér hefur fundið skallið við skaupið oft vera, svolítið eins og þessi byrjunarskets með Sveppa sem hann er að spila tónlist þetta er svona rosalega mildir brandar sem þú manst þú ekkert eftir skiljið hvað ég man Cool story bra en ég bara, þú veist, hérna sitjum við allir bara sáttir, maður sest niður á gamla skuld og maður vill að vera mettur og maður bara svona, það var heldur gott að því við konnumst allir við tilfinninguna bara, á hvað var ég að horfa algjörlega og við skulum eldur ekki gleyma því að það er verið að færast mjög mikið í fang að ætla helst að hafa alla góða og það er helvít erfitt sko En pæli í einhver annari vitt, þú veist, það sem flokkur fólksins er ekki í ríkisstjórn og framsókn er í ríkisstjórn eða eitthvað og það er bara ekkert að frétta af þingi. Það hefur bara ekki verið neitt að frétta. Áfram flokkur fólksins. Grínar landsins bara þakka þessum flokki fyrir með að lifa sem lengst. Já, það er samt alltaf eitthvað. Þetta er svo þreytasti frasi hérna, í íslensku tungu er þetta kemur í skaupið. Þá getum við bara sleppt þessu skaupi þetta er náttúrulega ongoing joker í 365 daga ári alltaf, bara samfélagi Fannst ykkur eitthvað vanta í skaupið? Þetta og líka þetta er svo hérna því nú með hlaðvarp besta platan finnastu kommentir sem við fáum alltaf við förum kannski yfir feril bara eitthvað, Dire Straits eða eitthvað og kemur alltaf svona og það er gert í flæði, þetta er ekki handrit það er bara verið að spjalla, þetta er kaffihúsaspjalls hérna töts á þessu og þá kemur svona, já þetta var ágætt hjá okkur en þið gleymdu alveg að minnast á og síðan kemur eitthvað atriði sem maður kannast ekkert við sjálfur einmitt, þetta er ótrúlega ég vil rósa þér fyrir þennan frábæra þátt Já, takk, algjörlega, legendary besta platan maður Hljóðkirkjan, en þá, en það ekki legendary stöf sko en þetta er svona þetta er mjög góð punktur sem að Tóttir að koma með þetta er svona heila dauði og það má finna ýmis atriði einmitt sem að eru af þessum meiði eins og til dæmis akkur er fjallið ekki þetta akkur er segið ekki þessa frétt akkur er það að segja þessa frétt en ekki hina og þú veist það maður bara ég er einn maður þetta sko slakað á ég satt nú bara einhvern bara hvíta riddarinn við Mós og bara gargar eitthvað á mig yfir allan salin þú þannig blaðamaður, ákveður er ekki búin að skrifa þetta þetta er óendanlegur akkur nákvæmlega já einmitt ertu bara sáttur áttu minn? Já það ekki, reyna að pína ykkur aðeins til þess að fara aðeins yfir 2025 í sjónvarpi og kvikmyndum Jú, hendi einhverju hráa á borði sjáum hvað við getum gert myndi eftir því að við erum búin að ná Jakobi hérna hljónumannum því að þú varst að gera svo miklu uppgötun í Glápi á síðast ári þegar þú uppgötaðir Breaking Bad Já, gaman líka það tenging náttúrulega því að Pluribus var að klára sem nýjasta afurð vinnskiligan sko, en hann kemur Jakob bara 15 árum eftir áður
Þeir eru frábæri þættir. Ég er örugglega bara með þeim allra síðustu til að sjá þetta. Málið er að ég, náttúrulega, þetta ár sem að var að líða, það hefur einkennst af því að ég er búin að vera að eiga í miklu stríði við bakið og fór í aðgerð til Norex. Þar sem að ég var spenntur og það var sett títaníumbúr í bakið á mér og ég horfi nú vonandi fram á betri tíð, en þetta þýtti svo það að ég lá fyrir framan kassan meðal annars og horfði á Breaking Bad og ég er þannig að þegar ég er að horfa á eitthvað svona þá fer ég í það eins og að drepa naut. Ég bara gleypi þetta í mig sko. Og ég held ég hefði tekið hann sko á með tíma Breaking Bad og svo Better Call Saul. Ég tók þetta allt bara ég strauja þetta og hvílíkt á annað eins. Ég hafði ekki gefið mig tíma til að horfa á þetta. Voru allir að tala þetta fyrir nokkrum árum. Já. En já, þetta var mikil uppgötvun, það er alveg rétt. En sko, þegar maður hefur aðgangan Netflix og einhverjum veitum og svona þá finnst mér þú nú vera fljótur að detta ofan í alls konar drasl. Já. Það er orðið svolítið vesinn í dag einhvern veginn, það er svo mikið framleitt í dag. Ofta fara inn að þessa veitur er bara eins og í galmadaga þegar við stóðum hérna inn á vídeolegunum starandi svo naut og nývirki í 20 mínútur og síðan kom gömul kærasta inn og þetta voru gæti verið óþægilegar stundir á vídeolegunum. Ein ný og ein gömul Tímsbönd. Ég ætla að fá þessa og svo var maður kannski bara einmitt í klukkutíma og eftir þeim mun meira sem að maður rýndi þeim mun rugglaðar í varmaður í rýminu. Ég get speklað aðeins ég get speklað Jakob aðeins segja ykkur sögur og ekki segja ykkur sögur? Jó, það sem við viljum. Sko, fyrst svona smá gamansaga eða svona létt saga úr hjónalífinu að ég og Móheiður eiginkona mín, við tökum alltaf og höfum gert undanfarnar ár þar sem við köllum hasarmynda janúar. Af því ég og hún erum svona höllundir menningulistir og horfum á svona við tökum aðeins þessar Hollywoodmyndir en við erum líka mikið að horfa á svona japanskar myndir og pólskar myndir og hvað þetta er nú allt. Geðvikt. Já, það er alveg geðvikt, þess að verður maður stundum aldrei leiður á því, sko, nú þrúandi og undleiðilegt og bara maður er þunglindur, sko, horfandi á einhverjar rúmenskar bíómyndir sjálfsmorð og eitthvað svona, sko, sem sko RÚV sýndi alltaf þessar rúmensku myndir á sunnudagskvöldum til að senda líðin bugaðan út í vinnuviku. Það er bara þannig að við brutum þetta upp og erum með hasarmynda janúar þar sem við horfum bara á Jason Statham og Sly Stallone og allt þetta. Vel gert. Já, og gerum það bara Frábært tími í það. Já, straujum þetta aldrei vel og gaman að því, en síðan nú fer ég út á hættulegan akkur að við erum að horfa á ákveðna sjónvarpsþætti sem við gerum eins og í gamla dag, við horfum bara einu sinni í viku á mánudagskvöldum að tökum við þetta og við erum að horfa á þessa frægu seríu The Wire. Já, ég líka. Ég hef aldrei haft tími í þetta. Átt þú The Wire eftir? Já, og núna ætla ég myndi að segja talandi hauskúpur og 5 stjörnur allir og amaðira tala The Wire sem bestu sjónvarpsþáttaseríu allra tíma. Líkilatri í borgarstjórnarmyndunum við ræðum fyrir nokkrum árum. Nú er þú orðin hættur. Já, hvað var að koma hérna? Því þú veist, þetta er gott, mér finnst gaman að þessu og mér finnst gaman að horfa á þetta er svona old style og þetta er þættir gerðir upp úr 2000 en lít út eins og þessi gerðir 92. Það er svona með gamaldags stíll yfir þessu og það er gott að horfa á þetta er klukkutíma þættir og maður dettur í sko gamlan feeling þegar maður var að horfa á Miami Vice í 80s og kollega en þetta sé eitthvað stórkostlega snilt ég get ekki skrifað undir það sko. Hvert er þið komin núna? Við erum að fara að byrja á síðustu seríu. Síðustu seríu, já einmitt, ég horfði á þetta alltaf beitt mér fannst þetta mjög gott sko en ég man að hverja ein seríu er svo fálega ólík mikil dialógur og þétt ofinn sko. maður að hafa sér allan við til að fylgjast með og stundum veit ég ekkert hvað er að gerast lögreglan og borgarstjórnin einhvern veginn ég
gafst einhvern upp strax bara þetta er náttúrulega svo mikið hleran ég heyrði aldrei, vandræði með að heyra sko, komast í þetta með text verður að komast í þetta með texta sko. Ég maður bara eins og sería 2 gerist einhvern veginn öllu höfninni það var bara einhvern veginn dæmi, það var bara höfnin var bara eina sem var í seríu 2 Þú bara mannst þetta Jakob næstir ef baki fer aftur þá horfir á The Wire Já, ég er svolítið tengið svona The Wire svolítið svona eins og við svona The Sopranos og svona þetta er svona þú veist HBO tími þarna þegar HBO er einhvern veginn að finna sinna fjöl sko en þetta ár er einhverja sjónvarserjur sem ykkur fannst ef við byrjum bara í sjónvarpinu sem ykkur fannst standa upp á þessu ári mér deytur í til dæmis Adolescence algjör sleeper hitter sem kemur einhvern veginn out of the blue en svo ég og Tóti tölum svo oft um þetta í þessum þáttum að þú veist ég er að fara við þættin okkar núna hérna bara þú veist röðina sem við gerum á árinu það er svo ruggla hvað einhver þáttu kemur og hann allir að tala um hann svo bara er enginn að tala um hann bara nokkrum dögum senna sko. Þú veist við erum að tala um að það kom út þættir hérna Squid Game 2 og 3 koma þessu ári það var bara þetta var svona risa ára einhvern veginn fyrir Netflix klárar Stranger Things núna daginn Squid Game þessu ári þetta er svona þeirra stærstu seríur þeir allar reyndar að gera fulltækurum svona öðrum þáttum þetta sko þetta er svo rosalega mikil content framleiðst í dag að það er ekki vinnandi vegur að fylgjast með en maður sé 22 ára í háskólanum og borða pizzur og drekka kola meiri sem sko ég bað gervigreindinum að fara yfir ég ætla bara að viðkynna ég bað gervigreindinum að fara yfir svona hvaða þætti var væntanlega 2026 og gervigreindin var bara það er svo mikið framöndan en hér er svona helst eitthvað nefnir House of the Dragon og eitthvað svona lafmóð Nei, það er náttúrulega áframbóðið er náttúrulega algjörð og svo líka náttúrulega þetta streymi þetta er búið að taka þessa kollektífu þetta er aldrei sameilu upplifun okkar allra hérna áður fyrir þá bara voru allir við hérna, á kaffistofun á mánudegi bara að tala um sama þáttinn en Tóti, nú er ég með fullt af meðaldra fólki á Facebook meðaldra fólki á Facebook meðal hans þið 3 skrifar Facebook statusa og sko efni sem er kannski það var einhver skrif í gær eitthvað tónleika eitthvað söngur sem var að syngja á RÚV og þetta er alltaf svona eins og það sé allir svo bara hranna fólki í kommentið bara já ég sá þetta líka, þetta var rosalega flott ég fætti 93 32 ára sko út Korki ungun er gamall það er nákvæmlega hann sem er líður sko við erum þetta bara gamlir sko ég get ekki notað þetta líka ungur það gengur ekki lengur en þannig að þessi sameiginlegi veruleiki hann er ennþá til hjá miðaldra gamla fólksins okay. En ég veit ekki hvað punktur með en ekki meins við höfum alveg talað um þetta bara í sko blaðamennskunni að það er svo erfitt að vera sko spot on með eitthvað af því að þú veist aldrei að ná öllu audiensun einhvern veginn eitthvað er alltaf að horfa á þetta eins og með þennan þátt hérna, þetta er ekki hægt sko. Síðasta tækifæri var eiginlega Game of Thrones sko. Já, eina huggunin eins og við segjum alltaf hver þáttur er klassískur að því að þú getur þá bara að horfa á eitthvað 3 ára gamalt, þá finnur þú bara þáttinn En þetta er hvað, svo er þetta líður svo hratt sko. Ég ætlaði að reyna að vera undirbúin til þessa spurninguðina en maður er bara búin að gleyma helmingum og það sem var í janúar, febrúar, mars það er bara einhver horfin fortíð Andor náttúrulega, Star Wars það kom út á þessu ári Já, kom út á þessu ári síðast ári, síðast ári, það eru geggjaðir þetta En já, Adolescence, það var svona ákveðin hópundur fannst mér það var eitthvað svona Já, líka því að það var Netflix en var ógeðslega velgert og allt í nú voru allir að tala um þetta allt voða, þetta er eitthvað tökku og það var svona smá sameiginlegu veruleiki allir að horfa Já, það náðist svolítið moment og nú skilst mér líka Netflix ég fekk heima lærdóm fyrir RÚV horfa Frankenstein myndina hans Del Toro þarna 2,5 tími sem ég fæ aldrei aftur tilbaka og það sem ég var að heyra er það að Netflix sé að stíga fram með það að því að myndin þetta er svona bíómynd sem þú vilt helst sjá í Laugarásbíó eða bara á tjaldi hún virkar þannig að Netflix sem meikar alveg sens í að færa sig úr einhvers konar hraða ódýri framleiðslu í að bara búa til hér er bara bíómynd og við viljum bara hafa þið hérna inn í stofunni að horfa á Netflix bíó og þetta bíósalir og allt þetta það er þetta í hægri eða hraðri svona hniglun og þeir eru eitthvað hótaði núna þeir eru að reyna að kaupa hérna Warner Brothers og þeir eru eitthvað að tala um að bíó þeir verður kannski svona 15 daga í bíó og svo fara þetta Netflix þessi gæi hérna Netflix-gæðin sem mann ekki hvað heitir það sé bara ok, þetta er ekki alveg virka hjá okkur en þetta verður svona sko þið skuli bara gera svo vel sko þið horfið á þetta heima hjá okkur, punktur sko einmitt þannig að þetta er það ákveikjandi Eru bíóinn að deyja eða?
Sko, Smárabíó var að stækka. Hafið við komið þangað? Nei. Smárabíó, við komið þangað nýlega, meina ég, ekki ever. Það eru komið fleiri salir í Smárabíó. Bara allt búið að bæta við álmu í Smárabíó, bara það sem var loft að bara búið að setja landfyllingu inn í Smáralind og bara á annari hæð og það eru bara komið 7-8 salir. Ég ekki búin að prófa þessa nýju saliðan. Mér finnst alltaf gaman að fara í bíó en mér finnst aldrei neitt verið í bíó þegar ég verið í bíó. Nei. Þess vegna mér finnst það svolítið bold hjá Smárabíó núna sko, að gera þetta sko. Það er verið að loka Álfabakka þessu mánuði. Já, það lítur að vera einhverja tíma að tákna bara bíó og úlingsára minna er bara að loka núna í lok janúar, bíóhöllin í Álfabakka sem var nú þvílíkur groundbreaker á sínum tíma. Já. Og þið sjáu hvað er að gerast til að halda húsunum í gangi, þá voru sýndar svona sígildar myndir reglulega, sem bara er besta mál finnst mér sko. Þetta er það sem þú gerir líka heima hjá þér og þú horfir á einhverja bíómynd aftur. En svo eru sumir sem segja að lykillinn að lausninni sem sagt, fyrir því að bjarga kvikmyndahúsum hafa fundist 2025, það var hann einn bíómynd sem að vakti töluvera athygli sem hétt Minecraft og var freka vel sótt og þarna voru ungmenn að trillast yfir Chicken Jockey setja þetta á TikTok og svo framvis og ég lesi einhverja greinar í bandarískum meilum að þetta bara kvikmynda framleiti verði bara að gera svo vel að bukta sig og beigjandi þetta, búa til TikTok moment í sínum bíómyndum og reyna að laða þannig ungmenni og fólk að í einhverja sameiginlegar upplifanir sem er hægt að njóta í TikTok. Hvað finnst ykkur það? Er ekki sammála þessu það? Jakob, þú er sammála mikil TikTok maður sko, ég elska TikTok og er þar mikið að dreifa efni það er ekki mér finnst þessi samfélagsmiðla tilraun eða hvað eiginlega kalla mér finnst hún vera allra athygli verð sko, maður sér Egil Helgason vera að kvarta undan þessu alveg vinstri hægri þetta sé nú bara að drepa allt vitsmunarlíf hjá sér og öllum bara sko ég hef enga þungar áhyggjur að þessu og ég held að þessi bara fróðlegt að vita hvert þetta er að fara hreinlega mér skilst það núna ef maður er alltaf að heyra þetta með unga fólkið það sé er búið að þvælast yfir á Twitter og svo Instagram og svo núna TikTok er ekki með smá viðkomu á ég kann nú ekki einu svona nefna þetta sko ég veit ekki hvernig þetta fer en ég hef ekki þungar áhyggjur af þessu, það verð ég að segja Nei, og þetta er líka sem tæki til tjáningar af því ég þarf að tjá mig það er ljóst og mér finnst það gott og til dæmis ef ég sé bíómynd og fer ég oft inn á fjarsbókina og skrifa þar svona stuttan dóm í rauninni og bara mínar hugleiðingar þetta er mín besta leið til að fá einhvers konar viðbröð Já, það er nefnilega það er bara þannig, það vill enginn skrifa út í tómið en síðan sko með svona þróun ég veit ekki hvað, þú veist, það er eitthvað sem heitir Substack, sem er eitthvað svona ný tegunda blogg í rauninni þar sem þú færi borgað sko, þetta er svona já, einmitt þú veist, þú borgar $5 ég á vini erlenda svona gagnrýnendur sem ég er mjög hrifinn af og þá get ég borgað $5 á mánuði fyrir að þeir auðli sínum skoðunum út á þessu Substack en það er líka bara þessi skref að ef ég skrifa eitthvað á Facebook og sérðu bara skrifin strax leiðu þarf að íta á eitt takka á einhvern hlekk og það er búin að missa lesendur Þetta var það náttúrulega alveg gríðarleg bylting þegar að við þessir gömlu gaurar sem að vorum að skrifa fyrir blöðin þegar við gátum svo bara ítt að publish í staðin fyrir að skrifa grein kannski að morgni, svo fór þetta í umbrot eftirmiddags svo í gegnum pressmiðuna og svo í dreifingu og þú veist, það var komin sólarringur einmitt nánast, þar til að þetta komst til skila þetta er ótrúleg breyting 100% en við höfum alls ekkert náð að höndla þetta og það sem að mér finnst eiginlega verst er hvað fjölmiðla læsi er, ég veit ekki hvort að það hefur alltaf verið svona og er bara að koma á daginn núna, er bara með miklum ósköpum en það er eins og mér finnst það allavega að fara vestan, það er ekki að fara batnandi með þessu vegna þess að það er ósköp auðvelt að rugla því saman ég meina eins og ég hef margoft sagt varðandi hliðvörsluna og blaðamennskuna
blaðamenn náttúrulega glötuðu þessu hliðvarslu hlutverki sínu, það ekki þeirra lengur að ákvarða hvað heyrir til opinberra birtingar eins og ég tönnlast nú á en sko kröfunar eru alveg þær sömu á miðlana eftir sem áður þú getur verið það er að sko veggfóðra samfélagsmiðla með myndum af einhverjum atburðum en leið og fjölmiðl fyrir að greina frá því þá verður allt brjálað það er rétt sko og maður skilur ekki alveg hvað er að gerast í hausnum á þér það er náttúrulega rosalega sko rík þörf fólks til að gera fjölmiðlar seka svona yfirvarp á sásauka og maður getur alveg tekið þessu en þegar þetta er orðið sko svona holskefla þá bregður manni svolítið í brún þetta er náttúrulega króníski blórapökullin, það er eiginlega alltaf go to, bara þetta er fjölmiðlum að kenna svona, þetta Lúkasar hundsmálið er náttúrulega alveg klassískt dæmi þar sem að hafa búið að kjöldra eitthvað nafngreinda mann á samfélagsmiðlum svo ratar þetta í fréttir alvöru fjölmiðlar, sko, ekki einu seldi með nafni þá er þetta, þið tókuð hennar mann á lífi þið hröktuð hann úr landi helvítis fjölmiðlar alltaf mjög gott dæmi, við komum ekki inn í þetta mál fyrir seint og síðan stígum bara þegar að menn voru að pæla í einhverjum skona dómsmálum með þetta þá var bara umsvöðalest rétt áruna þessu tengt kannski smá tengt þetta ár var nú alveg fínt 2025 fyrir frumlegar sem sagt, hvað segir maður, hvernig lýsir maður myndir sem eru, nokkuð frumlega eins og Sinners Weapons mér fannst nú 0 frumlega og One Battle After Another sem reyndar ekki að tala fjölmiðla Er þetta að tala kvikmyndir? ég er eitthvað að reyna að tróða þessum kvikmyndum ég menna ég sá 2 kvikmyndir sjálfsæfisögulegar 2 tónlistamenn, Bob Dylan og Bruce Springsteen og naut þeirra bara mjög vel ég kannast nú ekki við þetta Sinners sko Nei, það er svona vampírumynd Michael B. Jordan og Ryan Coogler einmitt sko en fannst þið, þú hafði svona gaman af Springsteen myndinni ég hafði mjög gaman af Springsteen myndinni og var hissa á sko að því að Dylan myndin var mærð eiginlega bara alveg en fólk er ósammála Springsteen myndin einmitt og einhverstað sá ég sko tala að Springsteen er bara ekki, hann hefur ekki lifað nú spennandi lífi til þess að standa í bíómynd ég veit það ekki sko ég legg mig alveg eftir þessu myndum en ég reyndar ekki séð Springsteen myndin ég hef séð hinnar og sko þar sem að mér finnst þær því marki brendar Elton myndin var hún á síðasta miklu nokkur ár en það var allavega Robbie Williams aldrei sniðið tvist að gera hana að simpansabba einmitt þú veist en allar þessar myndir eru þær marki brendar að þær eru authorized þær eru ekki unauthorized sem þýðir það þetta er í raun og veru bara framlenging á samfélagsmiðlum eða þeirri mynd sem að viðkomandi vill bregða upp að sér og þetta er, svo ég komi nú án og aftur inn á fjölmiðla þetta tengist tengist sko að því leiti til að sko til dæmis ef ég tek viðtal við einhvern þá segi ég, nei, þú færð ekki að lesa viðtalið yfir þetta er mitt höfundaverk og ég segi þetta ekki af því að ég vil koma að höggja á viðkomandi, bara alls ekki Jakob, hann er til dæmis að lýsa bara öllum heimildamyndunum inn á Netflix sem er slóð gegn, David Beckham heimildaþáttunum ég sá hana einmitt það var allt bara gert með hans leyfi og ekkert í gegn sem hann vildi ekki en það er alveg rétt einmitt að þú veist, ef þetta er authorized af listamannum sjálfum þá færðu hans sögu síðan er svona oft svona síðan er brellum beitt sko með að setja kannski inn eitt atrið þar sem hann tekur sjálfan sig niður sko þá bara, ég er að segja satt bara allstaðar besta dæmi þetta er eiginlega Charlie Sheen þættir það sem er eitthvað aðeins sem hann hafa kannski beitt þarna eina sínum fyrirvændi ofbeldi og hann tjáði sig eitthvað aðeins þetta hann tjáði sig aðeins þetta svo og mér leiði bara í allan tíma og bara næsta atrið, takk en ég ætla að nefna með Springsteen að kannski hjálpar sko fyrir svona nördisma, ég veit að þekki þessa sögu kringum Nebraska plötuna inn og út þannig að þess vegna hafði ég gaman af þessu, það getur verið en mér fannst þetta bara ganga ágætlega upp en ég er sammála þessu merkilegt sko þessar heimildamindir það er 3 tíma heimildamindir Josh Harrison
og það þetta Harrison Estates sem stýrir svo og þá ertu bara með 3 tíma lofræðu að tala ekki Beatles Anthology eins og þú segir, þetta svona það bara verið að stimpla inn legacyð nákvæmlega og hver er punkturinn með því? Já, ég held að bara raki dæmi náttúrulega Bohemian Rhapsody, Queen-myndin það sem alltaf fyrst uppvöla var þetta Sacha Baron Cohen alltaf að leika Freddy og var náttúrulega með einhverjar realískar hugmyndir að sína líf hans alltaf bara að reiki já, svo bara Brian May og Roger Taylor alltaf bara með nefið ofan í þessari mynd allt virkaði á flott og aðeinsleg en svo líka bara því að með þessa mynd þá var hann líka við dauðveikur á alnæmi þegar hann var að tróða upp á Live Aid en maður myndi alveg það var ekki það Freddy þá fór mér uppáhaldið mitt með allar svona myndir mér finnst það svo æðislegt með allar þessar myndir það það sem ég kalla lagið samið atriðið það alltaf svo krútlega næft það alltaf eins menn svona standa svona inn í húsnæði segjan hei hvað með þessa bassanalínu hér? Hey! You're onto something! Hey, heyrðu, hér komið lag, strákar! Við erum að fara að slá í gegn! Ég vildi að þið hefur verið að semja alvöru lag right now. Það er hérna Oliver Stone þegar Agent Cooper kemur hei, heldur ég komið upp að og kemur orgelið og bara búm! Bá! Góður! Herri, ég bara með eina spurningu ára mér langar að sleppa ykkur og ég veit ekki hvað Tóti vil svo gera 2026, einhverja bíómyndir sem að þið eru spenntir fyrir, eitthvað sem þið muni eftir annars get ég nefnt einhverja til ég náttúrulega ekki með glósnum mínar en náttúrulega Odysseus kviða Nolans það mikill fókus á hana og Spielberg að leita aftur í rætunar með einhverju geimverumynd það svona verið að tala að allir stóru kallarnir að koma með mynd E.T. 4 já, eða Close Encounters 2 ok sci-fi frá Spielberg Odysseus frá Nolan við Marvel menn eru náttúrulega mjög spenntir fyrir Avengers Doomsday sem á að bjarga gjörvöllum lokarsins sem á að bjarga gjörvöllum með Marvel myndasöfubálkunum ég sá 2 Marvel myndir í ár og mér finnst það hræðilegar, báðar 2 Thunderbolts líka? Ég hef ekki séð hana, ég sá Fantastic Four og Captain America já, hún var hræðileg, hún var algjörsalega hræðileg Fantastic Four er alltaf lægið Nei, mér fannst hún hræðileg Ég að gefast upp á þessu Ég fer í rúmensku myndirnar Þetta er smá þróttæmi en þeir eru samt þeir eru að setja allt sitt í Marvel Avengers Doomsday sko. Það eru X-mennir og gömlu kallin Patrick Stewart og Ian McKellen vera báður og Robert Downey Robert Downey verður það vondi kallin sko. Þetta verður legendary sko. Þetta með Fantastic Four ég geti ekki klúrað þessu einu sinni það bara aldrei verið hægt að gera Fantastic Four mynd og þessi var bara ekki nándar og rosalega safe sko. Ég fekk rosalega mikið svona þessi mynd var samin af stúdíói það er bara ekki nóg að hringi Pedro Pascal sko. það er ekki að gera eitthvað með svona fer ég alltaf í hringin sko. ég sé einhverja svona mynd og finnst þetta hræðilegt og þá horf ég á rúmenska mynd og síðan finnst mér hún svo leiðileg þá horf ég á Marvel mynd og síðan horf ég á Marvel mynd hún svo leiðileg ég kannast alveg við þetta Vítahringur þegar ég kláraði bókmenntafræðina á sínum tíma BA þá var ég svo gersamlega búinn á fagur bókmentunum ég fór bara beint í skápinn til Stebba bróður og las Morgan Cain bara til þess að það er nógum að vera það er nógum að vera á næsta ári fyrir okkur overhitju aðtöðanuna sko. það er Supergirl líka og ný Spiderman mynd aldrei veikja mig mjög gott Nei, það er hellingur af áhuga framöndan það er bara, ég held að sko, Hollywood eða bara Bandaríkin er náttúrulega bara í hvers konar þunglindislægð sko. Hvað meina þau voru bara fremja á aldarán síðast í dag, þetta er allt mjög eðlilegt Nei, ég lendi í þessu að því að vísir bann við annað ári held ég að taka saman sko 5 bestu myndir ásins og ég er náttúrulega bara Hollywood maður og ég slefti þess að 2 svona bíóparadísar myndum í fyrst og annarsæti brasilíska Secret Agent og sænska Sentimental Value sko. og þar hefur náttúrulega fleiri en mér fannst þetta var bara eins og ég var að svíkja bara biblíuna þannig að ég setti þarna inn One Battle After Another og Weapons það var fínst það sko en þetta er svona og bara svona þert yfir flestum miðlum út allan heim og þetta svona það lítur út eins og shortlistin fyrir sko tilnefningar til bestu erlendu myndarinnar sko Hollywood er rosa lítið áberandi sko og svo kemur eitthvað sem að kannski er ekki eins og One Battle After Another svo frábær en
það búið að lækka standardin hjá okkur þú veist, allt netsullið eða streymissullið það bara miðlum mynd sko, það bara, já, þetta bara besta mynd sem ég séð svo þetta smá niðurdræmandi, það svona ljós í myrkrinu allan eins og Sinners, slóðu gegn en svo svarar þetta aldrei kostnað þessi myndi kosta svo mikið One Battle After Another, hún var ekkit fólk fór ekki á henni í bíó það kemur fullt af fólki að sjá þetta en það ekki nót sem náði framleiðslukostnaðin og hvað þá markaskostnaðin þannig að það voru allt stimpla flop Hollywood í kreppu? Hollywood í mikill í kreppu, já og svo þessi gervigreind sko, hvernig hún að fara að hafa áhrif á þetta allt, þetta mjög svona, það getur vond sko, það getur ljótt ég alltaf með svona hasar janúar sko, bara allan á sig hringa þegar mér líður, það endar alltaf þú ert ekki að gera neitt mikla kröfur á Statham og þessa gæði, Steven Seagal sko, og þú færð alltaf það sem þú ert að sækjast eftir og ert bara svolítið sátur sko. Er það ekki bara ágætt? Já, bara best bara þeir haldi áfram líka sko. Eru búin að sjá Beekeeper með Statham? Nei, ég sá hann Indisleg mynd Mjög bara, þú veist, og síðan bara ég var að horfa á hérna Sissu Já, 2 Já. Hún bara stórkostleg á allan hátt þetta svo íkt, þetta svona eins og að horfa á Tom og Jenna en þetta bara svo ótrúlega stíliserað og flott bara, þannig að þetta virkar brilliant mynd Veisla Já, veisla annars bara eins og, já, þegar kemur á sjónvarpinu okkar, þetta verður eitthvað mjög skrítið ár House of the Dragon, það að koma nýtt Já, og svo eitthvað spinn-off annað úr þeim heimi Heyrðu, það að koma núna bara í janúar eitthvað Það alveg fullt öðru sko, ég bara býð búin að bara ég fá meira Slow Horses í september í síðasta lagi sko, þá ég kátur sko Já, það er galið að það kom ekki fyrr Ertu að reyna að fara að hnýta endar nú? Nei, sko, mér líkur ekkert á Hnúts Rómur Nei, mér líður ekkert eðla vel þetta Nóri? Já, var það ekki alveg Ég finn þetta ekki hvergi hérna á Íslandi Nei, það er Apple TV eins og Pluribus Apple er nefnilega sko, eiginlega gerir bara góða serjur sko. En það er náttúrulega ekki aðgengilegar hér sko, ekki þannig sko. Mér finnst þetta að vera komið þangað við þurfum að senda Loga Einarsson bara út og bara nú opniði fyrir þetta hér Þetta er sko sem okkar selja smæðin sko munið þeirra hérna merkingarnar hérna, koma á sígarettupakkana þá vorum við nú ekki á 400.000 og hérna og Marlboro bara, já heyrðu eigið ykkur bara, við erum bara farnir sko við höfum ekkert upp á ykkur að púka sko Þegar þeir voru í baróttinni forræðisíkjuna og Apple nennir okkur ekki þannig sko Þetta er galið og hann er búið að taka tíman fyrir því og minna að fá HBO það tók langa tíma Áttur er búin að skrifa sko 5 fréttir á síðustu árum HBO er að byrja á Íslandi Það er alveg að fara að koma búið að fresta En spurning til þín með Marvel og okkar kannski með Star Wars til dæmis ég er mikil Star Wars maður Já, hvað er að gera þessi Star Wars? Bara þessi opna spurning sko finnst ykkur þegar hérna manni finnst vera tekin þessi ákvörðun ok, við erum komið þessi brönd 2 og núna ætlum við að framleiða mikið bara síðan sjáum við bara hvað heldur mikið ódýrt frekar en þessi leiðið yfir því að búa til eina bíómynd eins og George Lucas gerði á sínu tíma hvað er þetta áhyggjuefni? Sko, alveg klálega og ég meina núna bara síðast í bíó núna er komin trailer fyrir Mandalorian and Grogu myndina og maður er bara er þetta bíó, maður er svona semi spenntur Ég er náttúrulega þannig starfsmaður að ég bara því meira Star Wars því betra og ég bara tek öllu fagnandi og ég hef nú meira áhyggjur af sko, þessum fábjánum sem sko, er alltaf að grafa undan þessu á netinu sko, með einhverjum hérna, review bombing og allt er ómögulegt sko. Akkurat tættindi til þess hefði alveg geta bara haldið áfram verið spennandi þá er náttúrulega bara komið hérna vók-hattararnir þetta er svo vók að þetta er alveg óþolandi og þá bara já, við ætlum ekki að gera meira rólegir bara En þetta er samt orðið eins og Marvel það fór ókslega vel að stað þarna 2008 Iron Man og allt þetta sko og maður hélt bara Kevin Feige gæti ekki klikkað en hann er alveg búin að missa boltan og salin held ég sko Smá sögur sko því ég fætti 74 hérna til Marvel sko hérna ég las hérna Kongulómannin og Hulk frá Siglufjarðarbrennsmiðunni 84 ég las þetta og bara maður labbaði niður í bókabúð Jónasar í Árbænum að kaupa þessi blöð á 50 kall og síðan les maður þetta hefnendurnir og allt þetta að fá Iron Man á skjáin í alvöru mynd þetta var bara blautur draumur fyrir ákvæmna kynslu og ég er náttúrulega sko, ég held að ég hef kynst sko Daredevil sem var aukasaga í hulkblöðunum sko einmitt og
hann bara búin að vera mitt upp á allt frá 82 það var ekki gaman að fá Ben Affleck myndina með Daredevil til dæmis, en svo komið þættirnar á Netflix sem voru bara mjög fullnægjandi sko. Það kemur nú önnur seri af þeim Newborn, Daredevil þannig að það fínt. Það bara núna næstu er ekki mars. Það aldrei að vita, ég held að þetta sé ár endurkomunar fyrir Marvel. Ég vona með þér. Já, þið heyrðu það fyrst ég. Þessi Doomsday, heitir nú Doomsday? Já, Doomsday. Það ætlaði að vera að sækja þetta verður stærsta mynd. Ef Captain America upprisinn sko sjálfur hérna. Þetta er nefnilega smá desperation dæmi að þeir koma allir tilbaka sko. Iron Man kemur aftur og Captain America kemur aftur og Thor, hann er hættur að vera heimskur. Þeir eru núna búin að vera að birta sko litla trailera eða svona stikkir. Þeir eru hættur að vera heimskur? Já, sem sagt, Taika Waititi heitir hann ekki? Hann leikstur núna sem svona goofy núna er hann komin aftur í hann er orðin alvarlegur aftur. Ég var mjög hrifinn af Endgame, mjög hrifinn af þeirri mynd og ég stríði mönnum eins og Agli Helga og fleirum sko, Marvel afætum líki alltaf Endgame fyrsta klukkutímanum við Ingmar Bergman sko til að svona aðeins að potta í þá en líka fyrsti klukkutímin er svo hægur, ég elska spjallið sko það er það sem ég dýrka við þessar myndir ég get sleppt lokabardaganum en vera að velta hlutunum fyrir sér fyrir að mann skjái ég fíla það það er náttúrulega rosalega við þær myndir bara allir karakterarnir svo sterkar personur í öllum hóðnum sko. Ég er mjög spenntur fyrir Ódyssey hans Nólans sem er alveg sko síðasta mynd frá hún var Oppenheimer og ég bara hvernig getur verið áhugavert að horfa á myndum mannin sem fann kjarnorkusprengina bara að koma hann sko. Ég hafði engan áhuga á þessu hún var fín og svo ég að tala við Oddlíka ég nenni ekki alltaf að segja sömu söguna sko. Hvað á ég að sjá margar Hamlet myndir til dæmis og hvað þarf ég að sjá margar Rómeó og Júlíu myndir alltaf að segja mér það sama sko. Og ég bara elsta saga í heimi bara á að fara að tyggja Ódyssey vonið mann eina ferðin sko. Þetta lítur ógeðslega vel út og náttúrulega tekið mikið upp á Íslandi sem gerir þetta náttúrulega allt ógeðslega spennandi þannig. En svo ég strax farin að sjá eitthvað kvapp sko því að þeir eru með geðveikislega töff hjálma, mjög svona eitthvað speysaðir sko. Þetta var ekki svona hjálmið. Það byrja röflið eins og Ódyssey sko að sé eitthvað sagfræði, mörg þúsund ára munnmæla saga og allt það við höfum einhverja vasa og eitthvað í Gríklandi á einhverjum hjálmum en man má ekki aðeins leika sér í bíó. Þetta er ekki sögutími MR sko, kyrrið ábyrðir. Og geggja töff hjálmar sko þó að þeir hafa örugglega ekki verið þannig sko. Já, rosalega sci-fi hjálmar. Jakob, akkur þú ekki að leggja neitt til mála hér? Hefur enga skoðan á Marvel? Sko, fyrir það fyrsta, þá er ég alveg hryllilega viltur í tíma. Ég átta mig ekkert á því hvað var eiginlega framleitt á sig. Nei, þú ert ekkert eitt þar. Þetta rennur allt saman í eitthvað. Þið tókum eftir því ég nefndi þarna Elton John myndi og það bara þú veist, ég er mjög rugglaður í tíma ég verð bara að viðurkenna þannig að ég verð bara að sitja hérna og njóta þess að hlusta á ykkur ausa úr viskubrunnum ykkar. Ég er mjög ánægður að hafa fengið að hijack ykkur í smá Marvel umræðu en hún þarf svo sem ekki að vera kallað Marvel tróið sem áttur kleipir við öllu sem að styrta þér í bara þetta alls saman elska þetta hvað segir tíma telja 1:12 sko, þeir eru komin í geggja það er búin að geggja það nefnum þú segir með einhver punkt sem við erum talað við vorum eitthvað yfirvarpum að eitthvað gera upp þetta ári við vorum að því, semi með Marvel árið Thunderbolt þó alveg fullt af merkilegu fólki Diane Keaton, Gene Hackman og Rob Reiner myldur, sorglegt og svo bara rétt fyrir áslokk þá bara var að Bridget Bardot og hún er ég fór að hugsa þetta, ég var út á Sölum og Reykjum sko, hún er íkon sko. Það er ekki margir sem verða íkon það eru sko Monroe, Bogart Bardot, þetta er svona þetta er fólk sem verður svo stórt í krafti eitthvað fegurðar eða hæfileika eða ég veit ekki hvað hún er íkonísk sko algjörlega Mögnuð. En svo mátti ekki fólk sirkjana því hún ávist eitthvað frá að halla sér til hægri og að Le Pen-liðinu svo má ekkert sko. Já, Egill tók vel utan það á Facebook þetta væri nú ekki hægt með hana hún hefði verið orðin eitthvað tengvað Le Pen og
Já, hún var samt sko löngorinn, hún var svona alveg ígildi Paul Watson hérna hvalaverndara hjá okkur löng síðan sko, þeir eru allir ætlaðu að vera ríkir af hvað var hérna Seland Já, eldi hérna eitthvað reppar eða eitthvað refaskinn eða eitthvað sko, þá var Bardó með eitthvað dólg og þá, þetta er leiðinda kellingarnir í Fraklandi Þetta er líka svo handvalið allt sko, hvað er allir að hætta sko, ef við ætlum að taka karlmenn sem hafa framleitt músík, þá gætu við ekki hlusta á tónlist. Þetta eru allt rullu sokka meira og minni og ég er með talin ég segi svona Já, ég svo líka Bardó náttúrulega sko, hún deyr þetta 91 ás og þó að fólk kannski séu komið smá glöp svona síðustu 3 áratugir í ævin á langri ævi og finnast Le Pen bara frábær eitthvað Þetta, en Rob Reiner, ég horfði á When Harry Met Sally aftur bara daginn sko, mér ást geggjur sá hana, hún er alveg góð. Rob Reiner þetta finnst mér að standa upp úr með hans verk eru náttúrulega Spinal Tap. Jú. Það sem hann kemur náttúrulega fram sjálfur og svona er svona að leika þennan spjall þátt að kvikmyndagjana menn. Já, svo mynda bara stórkostlega bíómynd hún er það it's a classic It's a class og flest sem hann gerði einhvern veginn það er allt vel yfir meðlagi og eiginlega bara mér minna klassíkur sko Princess Bride og Misery When Harry Met Sally þetta er allt einhvern veginn og Stand By Me náttúrulega geggjuð sko en svona vókbrandari í einmitt hérna Spinal Tap myndinni 84 þegar það satt sko þau voru kvart yfir hérna plötumslæðinu It's sexist og þá var svarið What's wrong with being sexy? það var þetta helviti svók að koma fram Já, þetta er náttúrulega svona hugsa til bakur þá er þetta náttúrulega búið að alltaf vera þetta var alltaf verið í gangi sko þetta bara var svolítið eitthvað blés svolítið út sko. Bara rétt að því erum að fara yfir árið þinn maður náttúrulega David Lynch þeir hérna í janúar Já, ég var bara rétt á hann hljóp út á hann og þetta ég að spurja Dóri, byrju Dó David Lynch á þessu ári það var þáttur 85 hjá okkur 23. janúar eftir Jakobi Já, sem ég sko Já, hrikalegt sko, ég tók við hans símaviðtal hérna og losaði hann inn og bara mættur á vaktina í Morgunblaðinu Heyrðu Arnar, það er símaviðtal við David Lynch, þetta er hálftíma og bara uppáhaldsleikstjóri minn sko, bara dýrka þetta Twin Peaks og allt þetta, bara algjört hérna, ég var að gera svona tilbyða handarhefingu, hlustendur góður og þá fekk ég hérna ordur, talaði að vera blaðamaður sko, ég fæ ordur, þú mátt ekki spyrja hann út í kvikmyndir af því að hann er að koma hérna með hugleiðslu og ég bara, ok og hérna settur í eitthvað 20 mínúna viðtal og maður bara svona og ég spyr hann eitthvað út í þetta og hann hérna svara mér ágætlega svona já, þetta er svona, við ætlum að gera þetta svona og hins eginn, já en síðan bara alveg restina, ég saði bara viðurkennda bara fyrir hún, ég saði bara ég verði bara viðurkenna það að Twin Peaks þetta bara breytti lífið mínu sko, ég var 16 ára og þetta bara markaði hérna hugsandi fólkið á móti útkverfa kýtinu sko og bara þú veist þeir sem horfðu á hérna Twin Peaks að fólk sé ég treysti og ég sagði bara hérna og þú veist þetta er allt svo aðeinslegt má ég albara hérna í endan má ég ekki spurja þig einnar spurningur til Twin Peaks og hann svona strýtti mér aðeins góðu maður sko hann strýtti mér og sagði hei þú átti bara að vera að tala við með hugleiðslu en þú mátt spurja mig gaf litla stráknum smásins og hann bara svaraði og ég var auðvitað að spurja hann bara, hann hefur örugglega verið spurður að þessu 1.000.000 sinnum sko en hann gaf mjög fallegt og upplýsandi svar til allt ánda sko stórkostlegu maður Já, og það var alltaf með þess að það var góðu gæði sko það var svona fórættur milli mála sko algjör séni náttúrulega Geðveikt sko Geðveikt maður, hvíld ár 2025 Segir Oddur Ævar sem hefur aldrei séð Twin Peaks Nei, ég hef ekki Ég eftir að horfa Ég er að horfa á Vægir, þú ætlar að horfa á Twin Peaks Ég lofa, það verður þannig Já, gott ég að svona minna á að David Lynch Já, lést á þessu ári urðum að gera það sko Þetta var raunnið saman hjá mér í bara eitthvað sko Eðla, bara mjög eðla Við heldum líka hlé hér á þessu ári tóta þegar þú varst í hjartastoppi í eldhúsinu heima þér Já Það er nú gott að koma inn á það, gott að reyfið það var þessu ári sko það er svolítið magnað vorum við þátt í februar sem hér bara afsaki hlé Good times Þið liðum miklu betur Já, svo sko bara hérna, mér var sko sagt að það stoppa 4 sinum hérna hjarta á okkur tíma sko
Svo var ég hjá Óttari geðlæknirinn mínu einhvern mann í sumar og hans frétti mér upp til þess að tjekka á lyfjastöðinu og hvað, 7 hjartastopp bara bættist 3 við en hér er ég Já Það er allir uppi standandi hér, eða sitjandi akkurat núna Einmitt. Fögnum því Heyrðu, já, svo bara náttúrulega það þarf örugglega að taka einhverja þætti í nánustu framtíð þarf ekki að gera upp Stranger Things og Jú, ekki gera ekki boða það bara Jú. næsta mál Við bóðum það verður næsta mál og bara þökkum gestunum kærlega fyrir Nei, ég verða að koma með Stranger Things bara því að Arnar ekki er í það í loka þættinum þá er sko splæst í 2 prinslög Ok When Doves Cry og Purple Rain og þessi lög hafa aldrei verið læsensuð í sjónvarpáður og ekki heldur í kvikmyndir fyrir utan náttúrulega bara Purple Rain myndina sko Jaha og þeir Duffer-bræður voru nú ekki bjartsýnir á að estateið myndi leyfa þetta en þá grunar að sko Kate Bush effektin hafi riðið bak á munni sko því að Kate Bush er búin að græða meira á running of a til sko eftir að þeir voru í Stranger Things en þeirra lagi kom út já, einmitt þannig að þeir hafa séð dollaran já, sennilega sko og þetta fer svo vel aðna og svona við þurfum alltaf bara að ræða betur en það eru svona dramatísk hrábúndar ég hugsa ég hef ekki tárast nema því að þessi prinslega voru sko. Þetta rýður svona bakkamunnin sem alveg fer með mann sko. Já, When Doves Cry er alveg svona og sko, When Doves Cry er fyrsta lagið á félíðinni á Purple Rain og Purple Rain síðasta og á milli sem sagt það er þarna trigger í þegar nálinn fer að plötuspilaranum í restina sko. Þannig að þetta er bara ein hlið á prins og eitthvað gerist sko. Fallegt Mjög fallegt Góð punktur, gott að koma þess að Já, mér liður betur Herri, takk fyrir komuna Gaman að fá okkur Gaman að gera upp Við gerum upp árið Við gerum það Fórum við næsta ár Og töluðum áramótasköpi Já, við erum bestir Það er bara það Þú kannski, Jakob, kemur aftur eftir þá 50 þætti Það er ekki eitthvað svona Og nú er fínt að ná sko, sögunni Jakob uppgötar Breaking Bad sko. Við erum búin að bíða lengi eftir að fá þessa játningu upptekna Geggis Takk fyrir kella Takk